Já, svo tökum við líka hús á Láru Hönnu Einarsdóttur sem umhverfissinni af hjartans sál og iðin við að blogga íslenska náttúru. En umræður íslenska náttúru og umhverfismál hafa aukist verulega á síðustu misserum, ekki síst í bloggheimunum, þar sem oft má finna heitar umræður með og á móti virkjunum og olíuhreinsunarstöðvum. Einn ötulasti umhverfisbloggari landsins Lára Hanna Einarsdóttir sem bloggar íslenska náttúru af lífi og sál. Já, Silla fór að hitti Láru Hönnu og kíkti á bloggið hennar. Hefur alltaf haft áhuga á náttúruvernd? Ég hef alltaf haft áhuga á náttúrunni, fyrst og fremst. Ég alin upp af fólki sem hafði foreldrar mínir þau hafði mjög miklar taugar til náttúrunnar, fóru mjög oft í ferðalög, út á land, tjaldferðalög, hálendisferðalög og hvað eina, aukferða vestur og firði, þaðan voru þau bæði ættuð. Og nú síðan hef ég ferðast mikið landið sjálf á mínum eigin forsendum. Getur maður barist gegn virkjunarframkvæmdum í gegnum bloggið og tölvuna? Er það góð leið? Það leið út af fyrir sig og það ágætis leið upp að vissu marki. Það ekkert rosalega margir, jú það margir sem lesa blogg en það ekki allir sem lesa blogg, það ekki allir sem hafa tíma til að lesa blogg. Og bloggin mín eru löng og þau gera mikla kröfur þannig að það kannski bara viss hópur sem les mitt blogg en svo þarf fleira að koma til, það þarf að koma til fleira fólk. Það þýðir ekkert fyrir mig eina að standa í þessu, enda stend ég ekki í þessu ein. Ég hef fengið mikinn stuðning, alveg gríðarlega mikinn stuðning, annars var ég sennilega löngu búin að gefast upp. Bara móralskan stuðning í tölvupósti, símtölum og svo hefur fólk tekið þátt í að senda inn athugasemdir við þeim virkjanaframkvæmdum sem ég hef verið að berjast gegn. Eins og til dæmis Bitruvirkjun og það hefur skilað sér allavega en sem komið þá útkoma jákvæð. Nú hvað gerir síðan með þessa olíuhreinsunarstöð veit ég ekki. Þú ert núna mjög mikið einmitt að tala þessu olíuhreinsunarstöð. Já. Það í rauninni eina sem þú ert að... Í augnablik, það kom svona niðurstaða nokkurs konar í Bitruvirkjunarmálið í maí þegar annars vegar Skipulagsstofnun lagðist eindregið gegn Bitruvirkjun og 19. maí og síðan 20. maí að þá ákvað stjórn Orkuveitunnar að hætta við virkjunina, að minnsta kosti í bili. Ég hef áður skrifað olíuhreinsunarstöðina og það kom aftur upp núna 3. júní, þetta viðtal sem var var ekki á Stöð 2 við Ragnar Jörundsson, bæjarstjóra Vesturbyggðar, þar sem hann lýsir því yfir að það séu 99,9% líkur á því að olíuhreinsunarstöð verði reist á Vestfjörðum og þá var akkúrat tilefni var það að það búið að velja Hvestu í Arnarfirði umfram Dýrafjörðin og ákveða það að olíuhreinsunarstöð verði reist í Hvestudal í Arnarfirði. Og þá náttúrulega kom þarna termin til þess að taka það mál upp aftur. En sjáðu bara farandverkamennina á Kárahnjúkum til dæmis og hvernig farið var með þá. Viljum við þetta á Vestfjörðunum líka? Það alveg fyrirliggjandi að svona stór vinnustaður, fyrst þarf að reisa þetta, það þarf að byggja hafnir og það þarf að gera allt mögulegt til að koma þessu upp. Það þarf gríðarlega mannafla. Hvernig ætlum við að koma allir þessu fólk fyrir? Hvaðan kemur allt þetta fólk? Þetta verða aðri Kárahnjúkar að minnstakosti á meðan þetta í byggingu. Og hvað svo? Þeir segja að þetta sé 500 störf. Hver kemur til með að vinna þarna? Ertu á móti öllum virkjunum? Nei, alls ekki. Ég gerir mig fullkomlega grein fyrir því að við eigum að nota auðlindirnar og nýta auðlindirnar hóflega og af skynsemi. Er þetta vonlaus barátta, Lára Hanna? Nei. Barátta fyrir náttúrunni, hún má aldrei vera vonlaus. Náttúran hefur sér enga aðra málsvara heldur en okkur og við verðum að leggja okkar að mörkum. Ég get það ekki ein, ég verð að fá hjálp. Það verða fleira slást í lið með mér og það er skyld okkar. Það er skyld okkar fyrir börnin okkar og barnabörnin, afkomendur alla og næstu kynslóðir að gæta þess að skilja landið eins ósnert og hægt handa næstu kynslóð. Svo getur hún ákveðið hvað hún vill og þarf að virkja.
og nýta á okkar auðlindum. Þetta bara með þennan æðibunugang sem hefur verið á þessari virkjana fíkn núna, ef við myndum vera að tala fiskinn í sjónum, þá köllum við þetta rányrkju. Það ekki spurning. Já, þessi konu verður ábyggilega á náttúrutónleikum helgina, en... Það næsta víst. Já.